sæl. Í þessu þætti ætlum við að tala vegan lífstíli sem að náttúrulega er bara mjög vinsæll núna og vinsælt umræðuefni sjálfsagt víða. Þar sem fólk tekur náttúrulega jafnvel afstöðu með eða móti. Það er svolítið svarthvít umræðan jafnvel þetta fyrirbrigði. Og mér langaði svolítið til að fræðast meira þetta og spjalla þetta við tvær konur sem eru báðar vegan og geta svona talað það líka bara á yfirvegaðan og áhugaverðan hátt. Og hér býð ég ykkur velkomnar stöllur, Anna Sæunn Ólafsdóttir, kvikmyndagerðarkona og Hulda B. Voge, kraftliftingakona. Mér varst alveg geggjað að fá að segja þetta, kvikmyndagerðarkona og kraftliftingakona, sem er náttúrulega bara sannleikanum samkvæmt. Velkomnar. Mig langaði að segja bara við ykkur og segja ykkur frá því, sem og áhorfendum, og ég veit að það er kannski margir sem verða mjög hissa þegar þeir heyra þetta. Þegar ég var 19 ára gömul, 18 eða 19 ára, þá gerist ég grænmetisæta. Og það var svolítið svona eins og örugglega kom út úr skápnum sem samkynhneigður kringum 1950 eða eitthvað svoleiðis. Því að ég var svolítið svona ein í þessu, þar sem svona allan í mínu umhverfi. Og mörgum þótti þetta mjög sérstakt og svona skildu þetta náttúrulega ekki alveg. Sérstaklega því ég kom úr sveit, hvað ég var eiginlega að meina, að borða ekki kjöt. Og svo hætti ég passlega þegar að veganismin fór að ryðja sig til rúms og þá fór ég aftur að borða kjöt, þannig að ég er alltaf svolítið svona öfugsnúin eða undan minni framtíð, eins og maðurinn sagði. En þið eru nú aðalmálið í þættinum, ekki ég. Þannig að mig langar svona bara fyrsta spurning til ykkar beggja, hvers vegna gerðust þið vegan? Þið með bítast orðum. Þú er búin að veika lengur, held ég. Já. Ég las þetta fyrst í bók þegar ég verið svona 15 ára gömul eða eitthvað og ákvað bara strax daginn eftir að verða vegan. Og varð vegan og grænmetisæti skiptist þangað til ég var svona 19 ára og þá fór ég að borða fisk og kjúkling og öðru hverju. En svo eftir ég var nýbúin að eiga yngri dóttur mína fyrir rúmlega 2 árum síðan, þá var ég að skoða á netinu og sá heimildamyndina Earthlings. Og hún svona kveikti á perinu, bara ég man hvað ég var ástríðufull og ég man af hverju ég gerði þetta. Og ákvað bara þá strax að fara í þetta aftur og þá er það aðalega bara vegna þess að siðferðislega finnst mér það rétt að vera vegan og svo líka ég vil bara valda sem minnstum skaða. Þannig að það er umhverfisverndin og siðferðis sem að Þetta var þarna samhljómur með þínum bara lífsgildum. Já. Kannski fyrir áhorfandann sem að veit kannski ekkert vegan, sem er bara eðlilegasti hlutur að ekki allir þekki til. Hvað er það að vera vegan? Hvernig mataræði er það til dæmis? Mataræðið, Já. Þetta er svona plant-based diet, þá borðar allt, nema dýr og dýraafurðir. Já. Sem þýðir svona bara, maður nefnir eitthvað, þú veist, það er engar mjólkur, vörur, ekki egg, ekki hunang og eitthvað svona. Og ekki kjöt. Og ekki kjöt, já. Og fiskur er ekki grænmeti. Nei, já, og ekki fiskur. Já, það skiptir verið. Þú veist, það er svona sem er svona, já, borðar það ekki fisk? Nei, já. Það er líka dýr. Já, það er líka dýr. En þú, Anna Sæunn, hvernig kom þetta til hjá þér? Og þú sem ert úr Bárðardal og komin af sauðfjárbændum, margir sem eru búin að segja þetta við þig. Hvað á þetta þýða? Já, það er stundum fær þessa spurningu þegar ég er úr sveit. Já, ég var að vinna í kvikmyndaverkefni fyrir 2 árum og vorum og ég var alltaf einhvern veginn, og bara síðan mann eftir mér, hefur alltaf verið svona hort löngunar augum á grænmetisréttina sem að grænmetisætur fá og svona einhvern veginn, það bara aldrei, ég leit aldrei á það sem option að verða grænmetisæta. Það var bara eitthvað svona, þú veist það þegar ég er búin að vinna lengi í túrismanum, eða ferðabransanum, ferðamannabransanum og þú veist, það voru svona, í haustumannum voru þetta skrýtnir útlendingar sem voru vegan og grænmetisætur, Og svo bara svona áttaði ég mig á því að þetta var eitthvað svona þú veist, mig langar að vera grænmetisæta. Og
það var svona eins og komið til skápnum. Það var svona smá svona líka bara, þú veist, að og sérst eftir þetta kvikmyndaverkefni það sem var fólk sem var grænmetisætur og það voru karlmenn og konur og fólk á ýmsum aldri og maður svona, já, ok, það er bara venjulegt fólk sem er grænmetisætur. Já, akkurat. Og þannig ég tók út kjöt eftir það og var pescetarian eða fiski, þetta. Já, þú borðar fisk þá. Borðaði fisk, tók út kjöt. Já. Svo nokkrum mánuðum seinna heyrði ég það að vera vegan, svona fyrir alvöru og það væri actually fólk á Íslandi sem væri vegan. Já. Og ég bara svona á einni nóttu bara varð vegan. Bara, já, ég ætla að gera það. Og ég hef alltaf verið svolítið viðkvæm, verið vera fyrir kjöti og mjólkurvörum og ég fann bara svo mikið mun á minni líðan strax að taka út þennan mat, þessar dýraafurðir. Já. Og hef ekki haft mjög litla löngun í það. Þannig að þú fann svona líka og hafði líka svona heilsufarslegan ávinning. Já, algjörlega og þú veist, ég meina tilhugsunin að borða mjólkurvörur núna, það er bara út í hött einhvern veginn, bara ég finn bara, þú veist, fæ bara í magann og ég fæ bólurinn leið, skilur, og allt svoleiðis, skilur. En svo líka kannski eftir þetta, þá fór siðferðislega faktorinn að kikka inn, sko. Það fór maður náttúrulega fyrir í svo grúppur á Facebook og svona fyrir að horfa á þessar heimildarmyndir og lesa sér til og þá einhvern veginn bara, já, þú veist, jörðin okkar þarf á því að halda að við minkum kjötneyslu og neyslu á dýraafurðum. Það er bara staðreynd. Og svona getið þið, þú veist, útskýrt að hvað sé betur fyrir áhorfendum hver er þessi siðferðislegu gildi vegan lífstílsins eru. Þú veist að þetta er það að vernda þá náttúruna og vernda dýrin, er það ekki? Og hvað? Fleira. Já, í raun og veru þá snýst þetta bara að valda sem minnstu skaða og þá er það, sko, okkar líf er alveg jafn mikilvægara og annarra líf og þess vegna viljum við ekki borða aðra einstaklinga af því að þeir sem fæðast í þennan heim eru bara einstaklingar þó svo þeir séu öðruvísi en við og svo með umhverfisverndina að þá er það ofboðslega mengandi bæði jarðsvæðið og síðan úrgangur og svoleiðis sem kemur frá framleiðslu á kjöti. Já, akkurat. Og þetta sko, hvernig, ég verð nú að spyrja þig, sko, hvernig var þið tekið heima í sveitinni, í Bárðardal, þegar að þú tilkynntir þetta, að þú væri bara, eða þetta kom í ljós, þú væri vegan, hvernig? Ég man það ekki alveg, sko, ég held að það hafa nú svo spurst út. Svona þannig, ég var ekkert einhvern veginn, jæja. Nei, bara ég þarf að tilkynna ykkur. Vegan. Nei, þetta er svona, maður var svona bara, já, ég er hérna bara með minn mat og hérna eitthvað, þú veist, þetta er alltaf læg, ég sé bara mig og hérna. Já, ég meina, ég átti alveg von á verri viðbröðum frá foreldrum mínum og svona fólki í kringum mig. Ég held að fólk hafi nú bara sýnt þessu býsna mikil skilning, sko, og ég svo sem kannski reyna að vera ekkert með einhvern brjálaðan áróður í kringum fjölskylduna mína, svona meira en... En þá komum við líka aftur að því, sko, að þetta er nú ekki stríðandi fylkingar eins og sumir vilja meina, þú veist. Þarna ert þú náttúrulega bara, þínir ástvinir eru bæði kjötætur og kjötframleiðendur, en þú heldur áfram að elska þau og standa með þeim í þeirra, en þeir eru náttúrulega bændur ekki dýranýðingar, sko, þó þeir séu með bú, þeir eru náttúrulega upp til hópa kannski dýravinir og náttúruunnendur og akkurat verið bændur hér á landi sem hafa staðið kannski helst vörðum sko, náttúru auðlindirnar okkar og gegn virkjanaframkvæmdum og ýmsu. En það er kannski svolítið mikilvægt að því maður upplifir svolítið umræðinni, svo opinberu umræðu að þarna séu stríðandi fylkingar og svolítið talað við kannski einstaklinga sem eru í öfgum í báðar áttir. Er það ekki svolítið þannig? Jú, það gæti verið þannig. Það er auðvitað þegar fjölmiðlar velja fólk til að tala við. Það reyna að finna fólk sem að gera það verkum að þeir fá fleiri klikk. Að fleiri vilja skoða og pæla í og tala á kaffistofunni og það fíkur í eitthvað svoleiðis. En í raun og veru þá eru við óbúslega friðelskandi fólk. Og við bara gerum það sem okkur þykir best fyrir okkur og okkar nánustu og svo bara verður fólk að velja fyrir sig. Já, af því það er eiginlega skjön við hugmyndafræði veganismu að vera í einhverju stríði við einhvern, sko, því þetta er einmitt það að vernda lífið, sko. Það eina sem maður getur gert er að vera bara góð fyrirmynd. Já.
og ég meina ég verð nú samt að benda á það er mjög sérstakt, það eins og við sem ögri ykkur hérna N4 hérna veganistunum, þegar það sem alltaf að liggja upp við þetta skinn þarna, ég byrst innilega afsökunar á því, mér finnst þetta að vera svolítið svona einhvern veginn að nutta ykkur upp úr þessu, en þetta er sérst bara svona hluti af leikmyndinni hérna. Já, og þetta er bara partur af því að lifa í samfélagi með öðrum. Það velja allir fyrir sig, þið völdu þetta, við völdum það ekki og við getum ekki kannski svolítið svona eins og það að þú veist, það eru ýmis trúartákn út allt og við verðum að geta þola það að fólk eru að mismunandi trúarbrögðum. Og þegar ég var að tala og undirbúa þennan þátt með ykkur, þá upplýðist svolítið þegar þið voru að tala ykkar líðan og kannski viðbrögð samfélagsins gagnvart þessum lífsstíl og þessum lífsgildum og þessari afstöðu sem þið hafið tekið, þá svona samsamaði ég mig svolítið því bara varandi það aðhyllast einhver ákveðna trú, sko það er alltaf vont í öllum svona vali eða öllum svona lífsgildismálum þegar að einhverjir sko beita öfgum, hvort sem það heitir kristin trú eða veganismi eða eitthvað annað, þá skemmir það svolítið svona málstæðin og svertir hann sko. Og þá er maður að lenda í því kannski og flestir sem eru bara yfirvegaðir og eru bara tilbúin að lifa í fjölbreytileikanum er að lenda í því að svona bara verða fyrir fordómum eða árásum eða annað og þetta er ekkit ólíkt, þú veist, bara við þurfum að virða það. Fólk er að mismunandi trúarbrögðum og fólk velur sér mismunandi þú veist, lífstíl og hefur einhverja trú á honum, væntanlega. En hérna, er þetta flókið? Sko, er flókið að vera vegan, til dæmis á bara Íslandi og bara til dæmis á Akureyri? Þú veist, er þetta flókið líf? Nei, alls ekki. Það er reyndar, Ísland er mjög þægilegt að þessu leyti. Úrvalið í Reykjavík er ofboðslega gott. Okay. Það er betra en í mörgum öðrum löndum og algjörlega til fyrirmyndar. Hérna á Akureyri, það er að breytast. En þó að það sé ekki eitthvað rosalegt úrval af sérstökum vegan vörum eða svoleiðis, þá er náttúrulega alltaf þessar grunnvörur sem við borðum, til dæmis, baunir og grænmeti og korn og fræ og hnetur og allt þetta. Þetta er allt til út í búð. Já. Og þetta mataræði, bara þannig að því sem haldið til haga, ég meina, sko, fólk er ekki að velja þetta til þess að endilega leggja af eða sko, því þetta er líka mjög orkurík fæða og allt svoleiðis. Þetta snýst ekkert það að fólk sé að borða þetta bara því það ætla að vera grannt, skilur, þetta er ekki megrunarkúr. Þannig að maður getur, ég meina, og það er náttúrulega þetta sykur getur verið inn í þessu fæði því það er náttúrulega ekki dýraríkinu. Ég kom hérna inn á Bláu könnu, eða fór hérna á Bláu könnu daginn, það er til dæmis svona kaka, er allan 2 kökur þar sem ég sá merktar vegan og ég bara prófaði það, þú veist, bara forvitni og var bara mjög góðar. Og þið bakið, sko, náttúrulega bara alls konar. Ég var að spyrja það hérna áðan súkkulaðiköku, þú bakar súkkulaðiköku. Já. Og hvaða hráefni er í henni? Það er hveiti og kakó og sykur og vatn og edik og matarsódi, vaniljdrópar og olía. Já. Og bara svaka gott. Já. Og svo rjómi, nei, djók. Mjög mikið rjóma. Nei, það er reyndar hægt að fá hérna veganrjóma. Þú getur bæði nota kókosmjólk úr dós og vinna með það. Svo er hægt að kaupa sér þeitrjóma bara í næstu verslun, sko. Já. Nei, það er rosalega mikil misskilningur með að vegan matagerð sé eitthvað svona sér á báti. Það er rosalega margt sem er vegan án þess að fólk fatti það. Já. Þú veist, bara svo Oreo-keks sem dæmi er vegan. Oreo-keks er vegan, já. Þú veist, þú sé ekki að hollast það svo. En bara sumt er óvart vegan. Já. Og þú veist, það er svo auðvelt, það er ekkert mál að breyta öllum uppskriftum að gera vegan. Þetta er ekki svona erfitt, sko. Þekkið þið það báðar, þið báðar reynslu að það sé heilsubætandi, þið hafi haft, sko, ávinninga að þið að sleppa allir með smjólkurvöru, þú veist, svona heilsuværslega. Já, mjög mikið. Já, þú veist að nefna það áðan, þú líka. Já, ég fann það bara leið og ég tók það úr að mun meiri bólgumyndun í líkamanum. Öll svona þreyta og vöðvabólga og allt svona minnkaði margfalt. Sem er alltaf mjög heppilegt fyrir mig þar sem ég þarf að æfa helling. Já, og svo ertu kraftlyftingakona og það eru örugglega margir sem bara, býtur, hún þó ekki bara að borða heilt kjötlæri bara á hverjum degi og eitthvað alveg tróði í sig eggjum og eitthvað svona. En þú ert bara bara brjáluðum árangri í þessum kraftlyftingum og ert vegan. Þannig að það er svolítið skemmtileg, mótsögn en þó ekki, sko.
Hvernig, þú veist, ég verð nú aðeins að koma inn á það, þú ert að keppa í þessu. Já. Ný orðin, bikarmeistari? Bikarmeistari, já. Í kraftlyftingum. Og heldur þetta mataræði sé að hjálpa þér? Eða það bara svona, skiptir ekki öllu máli, eða hvað? Ég held að það hjálpi að því leyti að ég borða ofboðslega næringarríka mat, en það náttúrulega það sem ég vel mér að gera. Já, ég held að geti hjálpa og svo það bara getur líka verið eins og venjulegt mataræði. Já. Þetta snýst bara val. Já, en hérna þú upplifir ekki að sko þær konur sem þú ert að keppa á móti sem að borða kjöt og svona þær hafi einhverja orku umfram þig eða eitthvað svoleiðis? Alls ekki. Nei. Þannig íþróttafólk alveg geta verið á þessu mataræði? Já, og ég held meira að það sé bara kjörið fyrir þau að breyta. Þú veist kannski ekki fara alla leið, en það alltaf hægt að minnka sína neyslu á ákveðnum hlutum. Já. Hvað, sko, í hverju keppir þú? Þú ert í hvað? Hnébeygju, bekkpressu og réttstöðu. Og hvað ertu að taka eins og til dæmis í hnébeygjunni, svona mest? Ég á 205 kíló í hnébeygju. Svona svipað og ég bara að gera alltaf í ræktinni. Vá, ok. Hvort færðu þau svona meiri athygli út af það að vera kraftlyftingukona eða vega? Finnst fólki kannski bara ennþá og skrýtnar að setja í kraftlyftingu? Ég held að vegan, já, ég held að það kýtli meira. Sko. Já, að fólk sé svona meira spurja út í það og finnst það svona eitthvað spes. Já. En hérna, hvað 250, ég aðeins að jafna mig, ok. Þannig þú myndir eiginlega vinna við því sjómann, við ættum kannski að taka ég var nefnilega ég sé að við höfum átt margt sameiginlegt, ég var einu sinni krúnurök og ég var með svona kraftastæla þegar ég var yngri, Jón Páll var ædolið mitt sko, þannig að ég skil mjög vel. Ég ætla að leyfa þér að eiga sjómanninn. En að því að ég nú spyrja út í það sem þú ert að fást við, sko, fyrir utan það að vera vegan, þá langar mér líka til þess að spyrja þig að því að ég veit að þú gerir svolítið spennandi hluti í kvikmyndagerðinni og þá sérstaklega svona hjó ég eftir þessu verkefni sem þú og vinur þinn voru að gera með sýrlendingunum okkar, þess að ég vil segja, sýrlensku fjölskyldunum sem fluttu hingað, sem hófst út í Líbanon áður en þau komu hingað. Segðu mér aðeins frá því. Já, ég sem sagt að gera heimildamynd með honum Árna Gunnarssoni hjá Skottafilms og Sögukróki þessar 4 fjölskyldur sem komu hingað í janúar síðastliðnum frá Líbanon. Þeir voru búin að vera í Líbanon í 3-4 ár áður þau komu hingað. Þess komu þaðan, komu frá Sýrlandi til Líbanon og við erum bara að gera mynd svona þeirra ferðalag og hvernig og þið fylgdu þeim frá Líbanon og hingað og þetta eitthvað ár sem að þið eru búin að fylgja þeim eftir. Fórum að hittum þau úti og tókum fyrir flóttamannavandann líka sem þar í Líbanon og svo erum við búin að fylgja þeim eftir núna á Íslandi síðan þau komu hingað heim til okkar. Og hvenær stendur til að sýna myndina? Vonandi næsta ári. Já. Það svona, við ætlum að klára tökur núna í áramótin. Þetta verður örugglega mjög áhrifaríkt að horfa á. Og talandi Sýrland, sko, ég aðeins kynst þeim sem hafa flutt ykkar þar, það er örugglega auðvelt að vera grænmetisæta þar. Ég elska sýrlenska mat, dyrka matinn, hann er æðislegur. Þau eru ekkert bundin að kjötinu, nei. Það er bara... Það er alveg inn í maturinn þeirra, þú veist allt það, en það er ótrúlega mikið af grænmetisréttum og svona bara æðislegur mat, yndislegur. Já, hann það, ég er mjög bragðgóður og grænmetisfæði getur verið náttúrulega eins og þegar ég fyrir sunnan, þá fer ég eiginlega undantekningarlaust á Gló og borða þar því að sko þá er ég ekki, þú veist, að hugsa ég verð nú að borða grænmetisfæði, heldur bara að það er svo sjúklega góður matur, sko, það er bara það. Man líður líka bara svo vel þegar maður fær svona næringaríkan grænmetismat, það er bara besta. Það er auðvitað alveg staðreynd, manni líður auðvitað, ég verð alveg viðurkenna það, þó svo ég sé mjög mikið fyrir svona íslenskan þorramat og kjöt og saltkjöt og baunir og allt þetta, mér finnst þetta hrikalega gott, mér fyndi ég skildi hafa gerst grænmetisæta en svona í hugriði, að þá finnst, sko, þá líður mann auðvitað betur að þessu mat, það er ekki tækt að bera á móti því, skilur að það er, en nú er að koma jól, nú er aðventa og svo er jólin að koma, þá hlýtur margt fólk að spyrja ykkur, hvað ætlið þið að borða og hvað hlýtur nú að vera leiðilegt og það er valið þetta sjálfar. Hvað borðið þið á jólum? Ég ger hnetusteik og ég meira þess að gera hnetusteik fyrir fleiri mig, ég sel hnetusteik. Þú selur? Já, okay. Ég bý til og sel og já, það er á aðfangadag að minnsta kosti og örugglega líka gamlárskvöld með valdórsalati og með sveppasósu úr kókosmjólk og
og eitthvað svona, rosa gott. Já. Og svo hugsa ég að ég verði með fyllta papriku, mér finnst þær alltaf rosalega góðar. Fyllur þú þá með bara hverju? Bara einhver góð, Einhver einhver sem er dettur í hug hverju sinni. Já. Mér finnst mjög gott að fara bara og athuga með hráefni, Já. hvort það ég finn ekki eitthvað flott. Og svo er hægt að búa til vegan Wellington, sem er þá hérna svona fylltur portobello-sveppur sem maður setur inn í svona smjördeig. Vegan smjördeig. Já. Það er ljómandi, já, vegan smjördeig. Hvernig býrðu til vegan smjördeig? Úr hverju? Ég kaupi það út í búð. Flest smjördeig út í búð er vegan. Já, fyndur smjördeig, það er. Já, Já. það, já. En Það er þú, hvað ætlar þú að borða? Ég veit ekki, ég er ekki búin að ákveða. Það er náttúrulega bara fyrstu jólin mín sem vegan voru síðustu jól. Já. Og þá borðaði ég svona gerfisteik. Já. Af því að ég sko, eins og ég svona hef aldrei verið eitthvað svona brjálæslega mikil kjötmannskja, þá hefur jólasteikin alltaf verið svolítið svona, þú veist. Heilög svona. Já, þú veist, ég borði alltaf svínakjöt en það var alltaf hamborgarhryggur heima. Og ég fekk mér þetta er eitthvað svona tófurki, þetta er bara eitthvað svona sojakjöt sem var bara alveg mjög fínt, ótrúlega gott. Og ég veit ekki hvort það fæst en það, ég mun kannski kaupa mér eitthvað svoleiðis eða fá mér ég er bara ótrúlega opinn og ég er ekki lengur eitthvað svona, jólamaturinn og eitthvað, ég er mjög opinn einhvern veginn og ég hef engar áhyggjur að því, það er Þú upplifir þið ekki sem píslar og Oh my god, hvað ég borða á jólunum? Það eina sem maður getur upplifað jólin er að einhverju aðri borða allan matinn frá manni. Já, leiðilegt. Já, það endur þannig, sko, og viljið svo bara smakka og þá er þetta bara miklu betra. Þannig að maður þarf að elda vel. En ég verð að segja því að ég borði alltaf svínakjöt á jólunum og mér var alltaf svo illt í maganum á aðfangadagskvöld. Ég var alltaf bara, ég er bara að borða svo mikið, þetta borða maður mikið. En bara fyrsta skipti, síðust jól, sem ég bara mér líður bara vel og ég er bara orku. En reyndar hef ég svo sem, það er einhvern tíma búið að segja mér að ég hefði verið með óþol fyrir svínakjöt eða eitthvað. En samt sem áður bara, þú veist, já, þarna fann ég að mér leið aldrei mikið betur. Kjötsvimin sem hann að Joey Friends talaði sko, hann er alveg raunverulegur sko, maður fer í svona mók og fær hálfpart til svimastundu þegar maður er búin að borða, alltaf það getur ekki verið eðlilegt að borða mikið magna kjöti, skilur, það hlýtur að vera til álag fyrir meltingarfærin. En er ykkur boðið mati að forðast fólk að bjóða ykkur í mata því finnst það er svo mikið vesen eða hvað? Ég er ekki manneskja sem fólk vil kannski endilega bjóða. Ég er ekkert rosalega leiðileg en hérna bæði það ég með mjög mikla sérþarfir og svo elda ég það góða mat og fólk kannski Kristín er ekki fyrir Það vill ekki fá hérna heimsóknin í eldhús og ég fer að skipta með. Nei, þú alltaf vinnur við að elda, þú ert matráður og þannig að það er kannski eðlilegt fólk bara að finna til vanmátt. En er þér boðið? Nei, já, það er sama með mér, ég er ekki mikið boðið mat. Nei. En ég er samt alveg að reyna að breiða út boðskapnum að það sé allt í lagi að bjóða mér mat og þó að sé ekki einhver brjálaður vegan réttur í boði. Já, sko vegna þess að það er boðið mat snýst nú kannski ekki síður bara félagsskapinn og tengslinn og það að eiga notalega stund saman. Ég man eftir því þegar ég var ekki að borða kjöt, mér var stundum mér var svo sem alveg boðið mat, mér var svona eins og ég var að gera fólki stundum eitthvað, vera að vesenast þetta. En ég vildi bara koma þá og borða kartöflurnar og salatið og eitthvað svona og þetta þurfti ekki vera neitt mál. En við erum svolítið upptekin að því og við vorum að tala við undan þættinum og það ágætt að þessi sagt hérna að við svona erum upptekin að því til dæmis að við bjóðum fólki í mat að vera eitthvað neina og skipt okkur að því, hvað fólk setur á diskana eða hvað að borða mikið og hvort að fær sér aftur eða hvað ætlar ekki að fá þér þetta, þú veist, og ég er einhvern veginn á því og ég hef haldið því alveg þó ég hef hætt, eða þó ég hef farið aftur að borða kjöt, að vera ekki skipta mér að því hvað fólk er að borða. Mér finnst það raun og verið bara svolítið persónulegt mál. Þú bara býður fólki að setjast, segir gjörðu svo vel eða gjörðu svo vel og svo verður fólk bara að finna út úr því sjálf hvað það setur á diskinn, sko. Og svo er ekkert dónalegt að segja nei takk. Það er svolítið fast í okkur að ef einhver vill ekki þykja matinn þá er það bara rosalega dóni. En það er bara, þú mátt segja nei takk og það er allt í lagi. Það þarf ekkert að því að þið finnist maturinn eitthvað óheillandi, heldur bara að þið langi ekki í. Svo getur þú bara verið, þú veist, að taka út sykur og það er rosa gremjulegt einmitt að átt að fara að borða eitthvað sætt, skilur bara til að þóknast einhverjum að þú ert í mat. Ég er einhvern veginn ekki alveg sammála því, sko. Þetta á ekki að snúast matinn, þetta á að snúast félagsskapinn. Já. Að lokum, ef einhver vill sko gerast vegan, hefur svona einhvern veginn svona spenntur fyrir því, þá er nú örugglega svolítið mál að verða bara vegan á einni nóttu. Hvernig getur maður svona byrjað? Hvað eru svona fyrstu skrefi? Auðveldast. Það er auðveldast að byrja að taka út kjöt. Já.
Það er bara minnsta mál í heimi Já. held ég. Já. Svo held ég að næsta skref sé að taka út mjólkurvörur. Já. Mögulega kannski fyrst að setjast niður í rannsóknarvinnu Já. og skoða uppskriftir og pæla þeins, hvað er ég að borða núna, hverju geti breytt, hversu mikið mál er það. Og svo er rosalega sniðugur vefur sem heitir veganuar.is sem var settur í loftið þegar janúar var í fyrra. Af því að það er svona framtak hjá okkur grænmetisætum að bjóða öllum að taka þátt í veganuar. Og ef maður fer á veganuar.is þá eru þar mataprógrömm og uppskriftir og alls konar fræðsla. Snill. Anna Sæunn og Hulda, takk fyrir komuna. Þetta var mjög fróðlegt og skemmtilegt og gaman að fá ykkur gangi ykkur vel í ykkar verkefnum. Og við kveðum héðan í dag og ég bið þess að þið góða og notalega aðvendu með ykkar fólki. Við sjáumst aftur í næstu viku.